Heyrið mig núna? Heyrið eitthvað í mig núna? Ok. Það sem ég var að segja var, bara hæ, allir. Ég ógeðslega spennt að fá tækifærið á að vera hér. Bara mega spennt. Ógeðslega skrítið að vera að tala íslensku. Alveg stórfyrirlegt. Hæ, Addi. Já, sem sagt, í kvöld var ég búin að sjá fyrir mér að ég ætla að fara að spila TFT. Bara casual, chill, spjallaði hennið. Og, varúð, ég ekki góð í TFT. Þannig að þið munið örugglega sjá, skilur, mjög léleg plays og mjög ströggla. Þannig að þið bara, hang in there með mér. Og ég held að skella mig bara í það. Ég er nýbyrjuð aftur í TFT og ég ekki góð. En ég er að reyna að læra. Ég er bara að læra svona on the go, on the fly. Og ég er í silver, ég er bara á botninum. Þannig að, ekki búast við big plays. Þannig að við skellum okkur bara í þetta. Gáum hvað gerist. Það er klárlega laugardagsstreymi, Snowy. Ég er mega pepp, sko. Bara casual TFT ranked. Í mjög lágu ílái. Bara lægsta, þannig að... Nei, þetta verður bara vonandi gaman og hann bara mjög casual. Ekki beint tryharding, meira bara að læra betur á leikinn, sko. Á metað. Það er uppáhalds súkkulaðikeksið mitt. Heyrðu, það er hann að... Ég er reyndar ógeðslega hrifin af lukeksi, sem ekki beint súkkulaðikeks, en svona af keksi þá er það uppáhaldskeksið mitt. En þitt, hollendingurinn, hvað er uppáhalds súkkulaðikeksið þitt? Já, ég veit, það er ekki beint súkkulaðikeks, en svona, ég er meira fyrir laukeks heldur en súkkulaðikeks, þannig að, fyrir mér er, tekið það umfram hann súkkulaðikeksið, sko. Hvenær fékk ég mig síðast Nesquik? Það er örugglega nokkur ár, ég held bara ándjóks mjög langt síðan. Örugglega svona 6-7 ár, sko, og ég er ekki svona að grínast. Fekk mér svona alltaf Nesquik, það var í grunnskóla eftir skóla, mjólk, Nesquik og brauð með túnfisksalati. Var svona aðal á toppurinn á deginum í den, sko. Ef ég enda næstu 10 enda streymið. Ég meina ég ætla ekki að enda streymið, þið megið hætta að horfa streymið, mín vegna. Ég ekkert að fara að hætta. Hæ, Beggi. Nei, þetta verður eitthvað streymi, ég er svo óundi að vera að tala íslensku, sko, það er ekki grín, sko. Ekki það ég sé eitthvað vön í að streyma, ég er bara nýbyrjuð, en hann, ég mun vera að sleppa, ég veit ekki, bara hlutinir, kann einhver öll heitin á sem hlutum með items á íslensku. Þess vegna var ég svona smá, stressi yfir því að vera að stríma íslensku í fyrsta skipti og það, út frá Game TV. Bloodthirster, blóðþyrstir. Og ég var að nota það. Ef ég einhvern tímann tala Bloodthirster, þá er það blóðþyrstir. Það er samt svo bein þýðing, Bloodthirster, blóðþyrstir. Sér segir mér bara ef þið, heyrið illa í mér eða tónlistin á há eða eitthvað svoleiðis. Vol er vel lengi að láta sinni leikmaður, Jesús. Samt svona, asserting dominance með því að vera með, 3 stjörnu
tactician en allir hinn bara eitthvað, þú veist, max 2 styrnu. Ég reyndar, þú veist, mér finnst þessi svo ógeðslega krúttlegur. Þessar salamöndrur, 9. Svona ógeðslega klísukent, þú veist, á stelpa, skilur, að deyja krúttlega yfir salamöndrunum, en það eru bara ógeðslega krúttlegar. Ég snera alvarlega íhuga að kaupa Battle Pass bara til að geta eiga sjans á að fengi salamöndruna, sko. Ok, ég er endar ekki að hata að fá 2 óþarfa stórar eitthvað, ég veit ekki. Needless large rods. Það með twinshotina. Óðan auðsynja stórt prigg. Það er fínt. We'll take it. Ok. Við erum bara strax að koma með twin shot. Ok, ég er ekki að hata það. Hæ Karin ekki. Takk fyrir að segja hæ og upprunamerki. Love it. Heyrðu. Ok. Þú veist, það er nýja, ég er ennþá bara að struggla með augments, þú veist, ég er alltaf bara eitthvað, hvað að velja? Ég ætla að prófa Academic. Why not? Ég hef aldrei prófað það, þannig að okkur ekki. Ég hef aldrei svona eitthvað, þú veist, mér finnst líklegt á að við verðum mannum með Kog'Maw bara carry, eða? Ég hef aldrei spilað Academy bara fyrir áður, sko, þannig ég er mjög lost að kemur, þú veist. Því. Ok, líklega spila Katarina carry. Æ, kemur ljós. Það var klálega ekki byrjað með þessa. Já. Nei. 2, 4, 6. Ok. Ég er ekki selið það. Ok, við þurfum allan að halda okkur á winstriki. Það sem að við erum allan að vinna þennan. Sem gerist til aldrei tabil alltaf fyrsta. Og enda sem bara lost streaki, sko. Þannig að þetta er eitthvað að byrja fyrsta. Svona. Mun sjá, academics have bonus attack damage og ability power. Ok. Hvað er Game TV-völlurinn? Hvað meina Game TV-völlurinn? Einhver sérstakur Game TV-völlur sem ég er bara algjörlega bara að missa af. Ó, ég var að tapa þessum. Nei, ok. Nei, ok, ég vinn hérna. Hvað er Stepwins eiginleikarnir? Ertu að tala um hana Mutant? Þennan? Basically bara, þú veist,
Þannig að á 2 sinna fresti þá fá þeir bara stakka. Ég fór einhvern veginn að mjúta hann daginn, eða þú veist, með mjúta Buffy og það var alveg fínt, sko. Þá var einn prófa einhvern sem skipti hann að Kai'Su. Hún er greinilega alltaf sterk, það er sérstaklega í svona lágu ílói. Það var bara, minnir að hafi þegar ég var að stríma á mínu channeli, bara á 3. daginn síðasta. Það er fyrst skemmt sem ég mann leik bara í viku eða eitthvað. Herri, spurning hvort að tökum hann að boga. Ok, við erum ekkert að geta valið að Kimberljós. Ég ætla vön að vera, þú veist, first pick og vera í, þú veist, neðstu sætunum. En það er bara ekki þannig leikur. Ég er efst í fyrsta skipti bara í þessu öllu saman. Þannig að ég er ekki búin að vera efst í TFT bara frá að ég byrjaði að spila bara á nýja árinu, bara ég er búin að spila á TFT ógeðslega lengi, sko. Þannig að við höfum bara getið valið hvað sem er. En nei, það er ekki að fara að gerast. En það er enda bara alltaf lagi að fá Ljónu. Hún hætti, sko. Bara Warmogs. Hanna? Sko? Eitthvað gerast. Vonandi bara höldum við winstickinu áfram og náum að fá karrija. En þú veist, ef þið hafið, þú veist, eitthvað feedbacka, tips, hvernig ég geti spilað betur, þá bara endilega setja í chati. Þú veist, ég veit ekkert mikið hvað ég er að gera, sko. Bara þigg þá hjálp sem ég get fengið, sko. Ég myndi mjög hissa hvað er ganga vel akkur núna, sko. Ég er bara eitthvað, það gerist ekki, sko. Ég held að það náði séðum á góðum stað eins og er, sko. Það er með fín buffs, ég er bara svona veltað fyrir mér Katarína eða hvað, það er ekki Akademi Assassin. Júni er líka Akademi, ok? Já, ok, góð punktur. Vel spottað. Andjóks, vel spottað Teberg, ég takk ekki eftir, takk. Bara much appreciated, sko, ég var ekki vann að spotta. Hæ Jenny, velkomin. Takk fyrir að kíkja á mig. Okkur gengur actually bara merkilega vel. Svo vöni, þú veist, að ég er búin að vera að spila núna nokksunum undanfarnar vikur og alltaf bara búin að lenda í 8. sæti. Bara búin að vera að ganga gífurlega illa, sko. Og síðan auðvitað núna, þegar ég er að prófa að stríma hérna Game TV, þá bara, já, heyrðu, bara gengur fáránlega vel. Segi það núna, sem það eftir að vera allt downhill eða eitthvað, sko. Það væri mjög típist, sko. Ok, fengum fína items samt fyrir... Við erum komið með Gonzo, sko.
Spurning hvað ég setja Gonsus á. Þetta er ekki pre-recorded Antonex. I wish að vissu leyti, en nei, ég skil jafn lítið í því hvað er að gerast og þú. Ég skil þetta ekki, sko. Mér finnst þetta stórfurðulegt, sko. Þú veist, ég kvart ekki, þú veist, en mér sýnist ég að tapa þessu. Ég er sem ekki viss að því ég er ömurleg í að, þú veist, spotta hvort ég muni vinna rounds eða ekki. Já, ok, ég er örugglega bara að vinna þetta round, ég búist ekki við því. Eða hvað? Ok. Ég hef svo alltaf ótrúlega litla trú á liðanum sem ég er með að ég býst aldrei við því, sko, að vinna. En við erum allavega bara með Econ, þannig við bara höldum því. Mjög fínt Econ, sko. Kvarta ekki. Hvert fyrst er að fara, sant? Leifilega? Ok. Sko. Ég hlusta. Ég læra. Og var ekki bara basically level að bara halda þá munstrykinu eða? Það mun okkur ekki miklu, þú veist, fyrir strax aftur við 50, þannig að... Ok, en samt ándjóks. Ég hef ekki lent því að vera með, þú veist, 100 líf bara í fáránlega langa tíma, sko. Bara eftir að ég spilaði síðast TFT og það var ég með mann ekki hvenar þegar ég var hann að Spaceship. Það var svona Spaceship þema. Það var alveg fyrir ári síðan eða eitthvað, sko. Já. Prófum þetta. Fyrst einu korter að vinna. Típist að ég vann þetta, að þú valdi þetta augment. Og þá mun ég örugglega, þú veist, taparast. Það verður mjög típist, sko. Von ekki, en... Það væri líkt minni heppni, sko, að það myndi byrja að gerast. Nei, við erum bara jákvæð. Við vinnum bara, heldum að vinna. Við erum áðan að klálega ekki verið í 8. sæti eins og síðan að Kalashi-ina. Þannig að þú veist, fyrir mér ef slengi er ekki 8. þá er ég bara sátt. Þá er ég bara mjög sátt í rauninni. Nice, ok. Við erum alveg með mörg surviving units. Ekki 2 gull per surviving units. Á 1, ok. Í 2 náttúrulega hefði verið alltaf OP, sko. Ok, hvað veljum við? Ekki að það höfum aftur ekki mikið valkost á því hvað veljum, en... Þú veist, hvað er það skynning með Graves? Bara sverta eitthvað. Ótrúlega sagt að þá það bara enda laust. I'll take it. What do you call a fish wearing a bow tie? Sophisticated. Ok, sure. Þú veist. Þetta er ágættur brandari. Svona mjög impulsir en svona simple yet effective. Pæling samt, ég veit ekki alveg, þú veist, Graves sem með nýla sér lágt ráð, ég veit ekki alveg hvað, þú veist, ég veit ekki hugmynd hvað er best á hann, sko.
hvað gerir hann eiginlega? Hann, ok, lansir smoke grenade, explodes. Ok, þannig að maður kannski alltaf lægi að hafa Morello ef við skildi fá hann að belti á Wolves. Ó, þessi er bara að tapa. Bók er bara, já, ok. Fine. I'll take the loss, you know. Ouch. Spurning hvort að... ég veit ekki, sjá. Levelin bara. Þú veist, ég vil ekki gunsus á Graves. Það sé ekki sniðugt. Bíðum bara gang hvað að fáum úr úlfunum og tökum stöðuna bara þá. Það er þessir assassin sem bara algjörlega ger út af mér, sko. Ég fyrir til að mögulega að fara í meira tank, sko. Bara hafa tölvöld betra nei, frontline. Hvað taka bara bodyguard annan? Ég finnst vera brom ef ég fæ hann. Þyrfti kannski að level mig bara upp, sko. Næst. Þannig allavega. Allavega komið 6 Academy, það er eitthvað. Þurftu helst, 8 og setja hana Brom inn. Ok, þetta er ég reyndar með alltaf að ég items fyrir Lux reyndar. Það hafa hann sem carry en þurfti eiginlega tier fyrir hana. Sko, veist ég allavega geta sett þetta á Lux. Sick overlay, takk. Kann að meta. Manlega ég actually með, þú veist, einhvern veginn, ef ég væri að spila bara normal League of Legends mode, þá væri ég manlega með, þú veist, aðeins öðruvísi. Sem öðruvísi líka í lobby, en við þyrftum eiginlega kannski að setja bara, já ok, Giant Slayer reyndar, ok. Það er actually bara mjög fínt á hana til stöðnu. Bara mjög fínt, eins og til að tækla tankana, sko. Og þegar við erum ekki að gera ná mikið damage. Eins og þannan bjefít hans chokað, sko, jésús. Heru, hún fær bara Giant Slayerina. Ég ætla bara að fókusa á levela, sko. Svo erum alveg með fylgta health, þannig að við ætlum bara að reyna að rusha 8, bara fast 8 og sér reyna bara að fá það unit sem við þurfum eiginlega. Ég held að það sé bara svolítið fókuspunktina hlutina. Þess vegna skilur við getum þess að skipta út, sko, Caitlyn einhvern tímabili. Bara svolítið Yumi innvonandi, hún er líka Academy, sko. Og ég held að sé fínt að halda sig bara við 6 Academy. Held ég veit ekkert það, sko. Já, þessi Assassin, sko, bara rústa mér. Bara absúrt. Ég er samt level hærri. En level hærra, eitthvað þarf að gerast, sko. Ég bara veit ekki hvað, af því ég er ekki nógu góð í þessum leik. Ég reikna bara með því fyrir bara rössa 8 og vona það besta ég fái bara það sem ég þurfa að fá.
Við höldum bara öll eins og og ættum að geta farið upp næsta level næsta rándi. Þyrftum eiginlega að taka tier. Jæja, vonum bara að við... Já, hann er með dummies, ok. Hann er svolítið með dummies á áhugaverðum stað, en bara fyrir assassins til að, þú veist, koma vekk fyrir að það sem verið að hoppað á baklæni hans. Bara mjög smart. En já, einmitt þessi Poppy, sko. Jesús. Ég finn nóg mikið damage bara til þess að, þú veist, taka 1 unit. Ok, við byrjum vel og núna er þetta bara alltaf bara í vaskinn. Ái, sko. Einmitt. Á, þetta er svo of gott að vera sett, sko. Pæling. Hvernig tökum? Ok, reyndar. Það jákvæða við þetta er að við getum fyrst mögulega fengið, einmitt, getum fengið tier. Og síðan rössa 8 næst og síðan bara, þú veist, units. Ok, gefum við þetta tier. Takk fyrir. Ok, þessi hvað verið hann er, já, ok. Challenger. Ok. Það er bara 8 næst. Eða hvað? Skal bíða alltaf næst. Nei. 8 bara. Tökum en Force var á meðan. Og spurning. Ganga að fá þú veist, úr svona Raptors. Af því að ég vil ekki vera að setja saman einhverja hluti sem að síðan þú veist, sem fækast sér sverð eða eitthvað. En ég ætla ekki að jinxa það. Núna farið bara units. Það er bara í rauninni sem þarf. Það er bara betri damage units held ég. Ég er komið alltaf mikið lost streak sko. Það var líka of gott að vera satt. Þetta fór einhvern veginn alltaf snýra við þegar ég valdi dominance. Það var svona eins og ég bara jinxaði það. Fáránlegt sko. Ok. Já. Why not? Herru. Kom ég átt að. Tökum Y út. Það er gaman að sjá. Líka Braum sko. Spurning hvað við gerum. Menn ég ekki hugmynd hver ég á að replacea. Ok, hugsa það bara eins. Sko ég vil klála að setja Yumi inn. En það er spurning í stað fyrir hvern. Ég tek bara Gravesuit. Tökum Katarínu kannski út. Nei, veistu, ég ætla að taka Gravesuit. Og taka Caitlyn út. Og setja þá... Ok. Mjög valid til það. En ætti þá að setja á Giant Slayer eitthvað svo Lux eða eitthvað? Var það ekki bara mjög valid?
Sko. Já, Giant Locks og vonandi, já. Það var náttúrulega geggjað. Ég var alltaf að koma með loksins tökistöðnu Katrína. Það er svona, ég er að pæla að bíða þangað til á næsta skrúið. Setjum bara Gonsus á hérna. Setjum hana. Hvað þetta gerir. Þú veist, þessi Cho'Gath, hann er svo tanky að það er ekki grín. Þú veist, í samt Giant Slayer það bara líka gerir ekki nýtt við hann, sko. Þú veist, það er bara frá ótrúlega mörg ult á hann og hann bara nei, ég ætla bara að lifa að eilífu. Ó, ok. Guðisilof, sko. Það var að fara að vera fárlegt, hann bara mjög erfitt að díla við hann. Okay. Ég er mjög fegin að hafa unnið þennan gaur, sko, með hennan Cho'Gath af því að þessi Cho'Gath er bara, þú veist, sáu þetta með Cho'Gath og Sion, þetta er bara, hann er 2 Colossus, sko, og rugl, tanki í liði, sko. Og nú nefnum þetta móti, æjæjæj, þetta er brútalt, þessi Kai'Sa, sko, ok. Ouch. Selja kokna frá skálarinn. Ok. Mjög valið. Upp á manaritinu. Já, ok, á það við alla. Ok, ég skil þig. Gerum bara svona. Sjá. Ég er einhver betur skólar eða. Já, þannig kom hann. Great. Ok. Mér vantar, þú veist. Eins og perandi þessi Blitzcrank hann bara fullar damstíluðin af því ég er ekki með. Hvað heitir það? Þú veist, skikkjuna hana. Sem ég er alveg dætt úr með hvað heitir. Þannig að Quicksilver eða eitthvað sem heitir. Það fyrir vikið, þú veist, bara það er bara að svissa Graves út fyrir. Ok. Þetta er alltaf. Ég er allavega í top 5 og ég tek því fagnandi. Bara allan daginn. Allan daginn, sko. Veistu, ég ætla að taka Jace. Ekki Jace líka? Nei, hann er eitthvað gálar. Ok, never mind. Já. Og síðan bara reyna að fá units. Ykkur units. Það er bara units, það er bara málið.
veist, Assassins bara, þetta já. Ok. Vá, hvað ég þetta þessi haldaska sem Siri, þetta var, sem nú var bara þessi degi, jésús. Ég myndi aldrei að finna, ég myndi að velja, að finna aldrei lita Pepsi aftur, eða það aldrei bara augljóslega myndi ég aldrei vilja finna lita Pepsi aftur. Miklu mega kókmannska kortið það bara þannig, þannig að ég, þetta var bara mjög auðveld spurning í rauninni. Hæ Diamond Minx. Takk fyrir að kíkja við. Cho'Gath, hann komið 3-star Cho'Gath. Er þetta grín eða? Við sjáum þetta skrimsli. Þú veist, hver á að geta díla við hann? Er þið dauðið það? Já, ok, takk. Ok, top 4. En jésús. Þú veist, 3-star Cho'Gath. Það var fáránlegt, sko. Þú veist, hvernig á maður að díla við 3-star Cho'Gath? Bara, þú veist, er það hægt? Spyr ég bara, sko. Þetta var eitthvað, Þetta verður eitthvað. Þú veist, ég var alveg með damage. Já, bara drepa hann, já, veistu, bara geggjulaust. Bara brilliant. Ég hefði bara átt að reyna að taka þeim ráðleggingum og bara drepa hann, sko. Ég tek undir það. Hjartanlega sammála. Þú veist, kannski ef að, þú veist, ég hefði verið með snæpera eitthvað eða, þú veist, og bara massíft frontline. En ég er ekki einu sinni viss, sko. Heyrðu, ég er bara nýlega byrjað að stríma. Þannig að, þú veist, eins og að þá hef ég svolítið verið fyrir það að spila TFT. Bara við þægilegt að stríma og spila hann. Og síðan hef ég líka aðeins verið að spila bara League of Legends, bara venjulega game-mótið. Og síðan bara, þú veist, í mínum frítíma, þú veist, þegar ég hef tíma eftir vinnu eða eitthvað, þá hef ég kannski verið að dunda mér í Genshin Impact eða eitthvað. Bara svona mjög þannig leikir í rauninni. Ég veit að þú veist, mjög margir sem spila, þú veist, Call of Duty eða eitthvað svoleiðis eða hryllingsleiki, ég veit ekki alveg hvort að ég leggi það, er alveg opið fyrir því, en ég er svona einmitt eina af skræfanum það kemur að því og er umuleg í byssuleikjum. En kannski prófið einhvern tímann og leiði ykkur að njóta þess að sjá mig bara að vera bara, þú veist, kúka á mig ef maður getur orðað þannig í byssuleikjum. Gaf einhvern tímann CSGO séns og það var bara hörmung. Hef ekki spilað á síðan. Þannig ég er miklu meira, þú veist, fyrir svona leiki. Og tók mér alveg langa pásu frá League of Legends og er nýlega byrjað að spila aftur. Tók mér langa pásu bara eftir að kláraði háskólanám. Já, þess að kom aftur eftir háskólanám. Þegar loksins kláraði það og byrjaði aftur að spila núna, nýlega. Ég myndi byrja að spila TFT aftur bara fyrir 2 vikum og vá hvað ég var lost að ég byrjaði aftur. Þetta var bara, skildi ekkert hvaða meta var í gangi og svona. Nei, guð, tek undir það. En já, þannig annars bara, þú veist, TFT, bara League of Legends líka, venjulega game-mótið og Genshin Impact, það eru svona top 3 akkurat núna.
Simulatorleiki, já. Simulator og survival og svoleiðis, þá er það bara sweet spot að þér sér. Það. Af hverju er alltaf verið að biðja mig að fara í Academy? Ég vil ekki þetta. Ok þá. Screw it. Ég gekk alltaf lagið síðast, þannig að við veitum allan aðeins hvað við erum að gera. Já, sko með FPS-leiki, ég prófaði hann að CSGO með vinum og það var áhugavert. Það var svona, þú veist, ég bara náði ekki að halda í við á eitthvað og það var bara, þú veist, sem auðvitað lendum við móti einhverjum gauðurum sem voru bara ógeðslega góðir og ég var bara svo mikill svona liability, þú veist. Já, svona, why not? Ok, við erum í rauninni bara að fara saman síðan, sko. Þetta er bara alveg eins selt bara unit, sko. Fyrir Econ. Byrja bara með Econ. Það er bara, það er sigur í sjálfu sér, sko. Einmitt strax Warmax, já. Ok, við erum alltaf að koma Econ. Þessi getur ekki sagt til sama. Hann vann, við unnum í Econ. Svona spurning, sko. Ég veist þetta, 100%. Við þurfum ekkert að tala hann. Ég ætla ekki eins og að level upp, sko, því að, þú veist, skiptir ekki það miklu máli. Æ, veistu, levelum bara upp. Setjum bara, fyrst ef mann kortið er ekki með 20 Econ, þá gátu alveg eins level upp. Nei, við höfum ekki fengið 20 gold, þú veist, við vorum með 16, þá höfum við að selja hein units og ég vildi ekki selja það units sem við vorum með. Þannig í þessu sérstaklega tilfelli, þá höfðu það ekki náð 20 gold sem að selja allt hitt. Tókum allavega minna damage með til levela. Ég ætla að justifya þannig. Setjum bara Poppy. Við erum hvort þeir eru að selja henni, þannig að bara betur hann hafa meira armor. Vonandi hjálpar það eitthvað, en við erum samt bara með, þú veist, bara one star units bara all around, þannig að ég veit ekki alveg hvort það gerir eitthvað mikið. En ok, það er samt, þú veist, meðan við síðasta Academy leik, þá einhvern veginn bara vorum við ekki með nóg mikið damage og ekki nóg gott frontline. Sem var mjög sad. Heyrðu, hvað viljum við? Guð. Ok, reyndar Katarina hérna með tier gæti þetta verið bara fínt, sko. Þá var líka 2 star sem kortum ekki yfir. Þannig ulta líka fyrr.
Hvað getur það gert? Svo Archangel, ok. Sojin kannski. Ok. Herru, seljum Poppy. Hvað er Poppy? Eitthvað annað með Academy? Nei. Ok, fögnum því. Er þetta... Nei, við erum ekki drand. Never mind. Eða hvað? Nei. Ekki sens. Nei, ok. Ég ætla að segja, sko. Ég var að fara að vera mjög hissa, sko. Við tókum allavega mjög lítið damage. Fögnum því. Ok, þannig að spurning þú skort að við reynum bara að fá items á Katarinu. Það hinga til að virðist... Það er enginn alltaf hinga til búin að fá hana augmenti þar sem að, þú veist, með svona dummies fyrir vikið, þú veist, getur hún bara hoppa á baklanið og bara rústa hennum, sko. Væri óskandi. Já, en protector. Oh. Okay. Drepa Garen? Please? Nei, ok. Ekki drepa Garen. Finnstlega líka. Ok, við verðum að fá items, við erum ekki með... Við erum með hvað, 3 eða eitthvað. Og við erum bara að gera 0 damage annars. Þetta er farlegt. Þannig. Vonandi fáið bara fullt af item sína. Vonandi. Þessi hver er hana hvað? Ég bara sendi ekki þetta aðlega. Jordals, Clockwork. Ég langar enda mjög að prófa Clockwork. Ég er bara einhvern aldrei fengið það augment, eða þú veist. Ok. Ég vildi svo ekki Camille, en þú veist, sure. 3 Camille. Einmitt þetta sem ég vantaði. Not. Bara svona. Ég er að spila þess að TFT, eða Teamfight Tactics. Þetta er rauninni leikur út frá LOL, eða League of Legends. Svona leikur innan League of Legends. Frekar svona chill leikur. Svona ekki of mikið stress. en samt bara svona mjög þægilegt að spila hann og ég er mjög gaman að honum. Svona herrkenska. Ég er ekki mjög góð í honum, en það er alltaf mál. Maður þarf ekkert að vera góður í leikinu sem maður spilar, en eins lengi maður hefur bara gaman að þeim. Búinn að grípa eitthvað. Hvað ætti ég að setja inn samt? Var Caitlyn? Sure. Vonandi gerir þetta eitthvað. Go big or go home. Really? Róla þryggjarstunni hit, þú veist, það er... Já.
getum alveg prófað, sko. Hefur ekkert eitthvað tapar en hvort botnum þegar, sko. Já, fram það. Kata. Mér langar svo ógeðslega mikið, þú veist, að fá annað item samt, þú veist, það er ógeðslega freistandi að setja bara að fá Hand of Justice á Katarínu. En ég samt svona, vil ég það samt? Já. Screw it, það er ekki eins og, þú veist. Já. Það gengur svona illa. Það kom að vantar damage. Ok, hvað vantar damage. Þannig Katarína. Hvað taka hana að því getum það. Og það er endur alltaf leið þá að fá crit hanska því vonandi fá bara, þú veist, needlessly large rod bara á úlfunum. Ok, það var ekki gett. Þá erum við sko komið með, þú veist, þá vantar okkur bara 3 Katarínas og þá erum við komið með þryggjustrinu. Það er alveg doable, þú veist, þá þor ég meira að róla, sko. Hanna, loksins Garan takist hennar Garan. Tók sinn tíma. Og taka fárlega tíma á hann. Kom svo Katarína, kom svo. Ó, tæft. Ó, svo tæft. Damn it. Ok, kom svo. Við bara verðum að fá, þú veist, eitthvað ability power eða týr eða eitthvað. Eða sverð, þess vegna, þú veist. Helst needlessly large rod, en það, þú veist. 2 Katarínas, sem kom það núna. Eina Katarína. Kom svo. Kom svo. Kom svo. Ok, ég ætla ekki að fara fyrir neðan 20 gull samt. Ég dreif með ekki þar, en við erum með 2. Þú veist, við erum með 2 takistönur og 2 auka ákvæmanda eina. Það var geggjað. Þú veist, draumast að væri að myndi fá, þú veist, needlessly large rod af Wolfunum og aðra Katarína. En ég er alveg ótrúlega bjartsýn. Vil ég frekar Infinity Edge? Er það? Ok, þá vil ég við sverð. Mér við þær upplýsingar. Ok, samt þú veist, sverð eða needlessly large rod væri reyndar, þú veist, bæði var geggjað, en annað hvað virkar.
Ok. Fæ hérna hjálp í klæjendin. Heyrðu, við erum samt ekki komið með... Veit, þú veist, verstu falli... Við erum hvort ég alltaf með hérna. Ok, sjá. Við ætlum að koma að tekja stundum Katarínu. Gangur getur fundið reyndar. Svo Leóni eða eitthvað. Nei, ekki Leóni, ok. Fyrir Assassin fyrir ekki... Ekki JG. Ok, ég hef aldrei heyrt JG aður. Hvað meinar með JG? Kannast ekki við þá skamastöðun. Ok, Katarína Karja, sko. Já. Ok. Fínt að fá aðstoð frá vin. Dual Gauntlet. Jæja, fínt að hafa vin sem er að fylgjast með gegnum klæjendin sjálfan. Shoutout á Maybellina. En ok, þú veist. Ég gæti náttúrulega bara þá gert þetta. Er einhver með blitzkrang eða eitthvað? Wait, jú, það er einn með blitzkrang. Ok, kemur ljós. Það er alveg spurning sko, ég veit ekki hvað ég á að gera á gauntletinu. Ekki með að geta mikið sverð. Það er alltaf, þú veist, við viljum greina. Aha. Það er bara grútt að fara á kostjúmina. Þú veist, það sýnir bara hvað ég veit ekki neitt. Það er að hoppa, svona hoppa, þess vegna farið við ekki. Ok, þú veistu þá... Ok, fyrst þér hoppa náttúrulega þurfa ekki að eyða items í það. Það er bara geggjað, skiljur. Ok, við þurfum alvarlega að levela til að segja einhvern sens og vera ekki í 8. sæti og tapa, bara grúttapa. Ok, en samt, þú veist, við fáum það bara inn í first pick á karusellinu, þannig að við getum fengið sverð til Katarínu. Sem eru núna ekki að þá. Kogma versus Kogma og við bara algjörlega töfum. Ok, Maybell segir hérna að við ættum að taka sverð mitt sem er planið og selja Graves. Já. Fyrir Deathka. Já, til já. Tökum sverð og auðvitað vildi ég að þetta væri ekki Yumi af því að ég myndi að halda Yumi en það er eitthvað að gerast. En þú veist, ég kann ógeðslega mikið að meta samt þegar ég sitt í chati að það eins og Maybell er inn að skrifa því að þú veist, ég er ennþá að læra TFT, meta í dag. Og ég er alveg, þú veist, alltaf að ströggla við að, þú veist, að svissa út og svona og svoleiðis. Prófum þetta. Gáðum hvort þetta gerir eitthvað. Á þetta. Við sissum reyndar út mögulega. Svo Katarína var alveg karriðin. Þetta enda virka merkilega vel.
We'll take it, sko. Nei. Æ. Smoke. Ok. Til já. Socialite. Seljum held ég bara alveg kokma, sko. Held að hans ekki fyrir að gera neitt til okkur, sko. Þetta Kata Socialite spotlightið, það er bara mjög góð punktur. Eifól. Bara mjög valið að fá þessi skilaboð. Til með klientinn. Komum svo Kata karriðu í drasl, takk. Ekki nóg, en mjög tæft. Ok, mjög satt náldi að fanga merkilega vel. Það er alltaf bara level 7, sko. Sko. Pæling. Við erum að fá, veist. Ég bara hugsa hvað hvernig gert, þú veist, þetta með alltaf eiginlega að koma til með löggs í herra level. En á sama tíma langar mig, þú veist, að level við 8, sko. Sem Aprilina. Það spilar Assassins sem ég myndi ekki verið að gera, sem veit ég ekkert á þessu. Þetta frontlineið. Við váka það er ógeðslega lógískt. Af því að þú veist að Assassins eru hvort þegar mestu damage-stílarnir. Það veist ég svo ekki, sko. En þá geta Assassins náttúrulega, þú veist, farið að backlineið og fengi að gera damage. Vá, hvað Tristana counterar Assassins mikið. Vá. Ég átti ekki séns, sko. En við erum ekki dauð. Ekki ennþá. Við erum ógeðslega tæp. Ok, ég dauð. Never mind. Ok, jæja. Það er bara go next. Því ekkert annað. Já. Ok, akkur lol. Jæja, bara go next. Ég vona svo innilega að ég fái samt betri augments til að vinna með, af því að þú veist ég var að fá ekkert voðalega góð augments fannst mér einhvern veginn. Og svo forsaði mig að fara á Akademi af því að já. En, þú veist, ég er bara að læra TFT og ég er ekkert óalega góð í átta mig á því ég myndi að, þú veist, eins og þetta með Assassin. Ég hef ekki fattað að væri sniðugt að setja frontlineið í rauninni á backline til að, þú veist, láta labba út þannig að Assassins myndi fá meira pláss til að gera sem þeir gera best. En hey, þú veist, alltaf læra eitthvað nýtt sem bara geggjað. Mér langar samt ógeðslega mikið að prófa að fara með, þú veist, Innovator eða Arcanist. Þú veist, mér finnst ógeðslega eins og gamla þeim championum sem eru þar. Svo þú veist, ég dýrka Seraphine í TFT. Svona er einmitt champion sem að
Ég veit ekki af hverju mér svona skemmtileg, það bara eitthvað við hana, ég veit ekki hvað Svo var ég líka mega til í að prófa að fara Clockwork, ég hef ennþá prófað að fara Clockwork. Þannig að fengum ekki sem vildum, hann tekur bara hanska. Og það fer svo mikið eftir því, það svo samanspil af því hvaða, augment maður fær að velja og hvaða svona composition eða samantýning af champion sem maður fer. En næst kemur Moment of Truth, augmenti. Við erum ekki að byrja með góða items samt, sem svona óheppilegt. Celestial. Og ég ætla að gera svona og svona. Þetta er svona bara svona gott augment fyrir rauninni bara hvaða svona composition eða samsetning af champion sem sko. Það neyðir mann ekki til að fara neitt sérstakt þannig sem ógeðslega næs. Gefur manni miklu meiri sveigjanleika allavega. Ég held sé bara með því, með bestu augmentunum sem til sko. Byrjum bara Hjordol til að byrja með. Það er fínt. Við byrjum bara. Hjordol sem sagt, fyrir það sem hef aldrei spila hann leika áður, þá, snýst þetta svolítið mikið bara að setja saman svona, championa og þetta er hliðarinn að vinstra megin á skjánum. Þetta sýnir henni hvað buff gerir. Þannig eins og núna er ég með Hjordol buff. Sérst henni hér, þessi poppi hérna hún í Hjordol. Og að því með 3 og þá fæ ég einhvern svona Hjordol frían í lok hverja lotu. Það er bara svona eitt dæmi af svona bónus í rauninni sem maður fær. Og þetta er rosalega mikið af bónusum og maður þarf bara svona að setja saman svona það sem virkar í rauninni. Já. Hvað ekki? Ég er að hallast að því að fara bara, Enchanter Innovator eða eitthvað. Hef áður prófað þetta og það er frekar gott, sko, það er bara svolítið langan tíma að fá það sem maður þarf fyrir það. Sen einhver frá Clockwork allavega sem bara fínt, Chemtech, Scrap. Einhver annar að fara Academy sem við fögnum af því að ég nenni ekki Academy aftur. Það er ekki sinn, sko. Þannig að við seljum bara, Academy Graves af því að ég vil ekki sjá Academy eftir, bara helst ekki. Og seljum bara Caitlyn og fáum bara Econ.
sem þyrfti við, ef við ætlum að fara skólar, nei, innovator, að það þyrfti örugglega bara needless í large rod og tier og eitthvað. Byggir aðalega á ability power og svoleiðis. Okay. Reyndar leiðilegt að fara af Lost-ríki, en þú veist, við erum bara að vera að missa svolítið líf, þannig að ég eiginlega tekur sem fagnandi. Við tökum bara tár. Mér finnst tár einhvern veginn vera með því sjálfgefa í leiknum, þú veist, það kemur að því að þegar maður er að berjast í svona skrímsli eða svoleiðis, það koma oftast einhver hlutir úr því og mér finnst það bara vera mjög sjálfgeft að fá tár úr þeim, sko. Við viljum salta þessa og hana. Síðan bara þurfum við fleiri items, sko. Góð kvöldi, Kandarian. Velkomin. Við erum sem sagt að spila TFT. Okkur herrkjánskaleik sem er byggður á League of Legends. Mér gengur ekki vel. Þannig að það er staðan. Lendum í síðasta sæti í fyrirleik. Þannig það fyrir og erum að svona, það gengur ekkert voðalega vel. Hingað til allavega. Mér finnst allavega mjög fínt leikur, sko, svona bara til þess að vera chilla og spila og spjalla en svoleiðis. Bíðum bara eins, ég ætla ekki að levela upp strax, bíðum bara með það. Þessi er búin að level til level 5, ok. Við ætlum að ná að drepa einhverja, þannig að þú veist, við missum minna líf, fögnum því. Drápum 2. Drápum 3, ok. Fögnum því. Er einhver að fara innovator eða minnst einhvern veginn að finna hann inna? Þessi kloppur líka. Innovator, Jordol, ok. Chemtech. Ok, það eru 2 sem eru að fara eitthvað innovator. Samt ekki það. Ég er bara búin að sjá einn Ezreal, sko. Og hann er innovator. Ok, nice. Fögnum þessu. Fögnum þessu líka. Ok, herjum, salsa, bacon. Það er spurning hvort við setjum þessu itema bara á hæmir eitthvað sem placeholder. Já, hæmir fær items bara sem placeholder. Þegar meðan við það composition sem ég er með hausnum, þá þú veist, er þetta mjög fínt á hlutin sem voru á hæmendingar inn í horninu, er mjög fínir á eins og Seraphine.
eða eitthvað svoleiðis. Þessuna á Jönnu, hún er mjög fín líka, hún er innovator líka. Ef við lifum það lengi, það er allt annað mál. Hörru, nice, ok, geggjað. Getum selt ykkur. Það var enda mjög fínt. Við 3 innovator, ekki mikið hana. Hefur ekki hugmynd hvað gangi. Ekki heldur. Þú veist ekki ein. Nei, ég sé svo að mér finnst þetta mjög fínt leikur og síðan er þetta líka ógeðslega krúttlegt eins og bara, þú veist, þess að litlu heti sem maður, þú veist, eins og núna er litlu heti mín að labba og mér finnst, ég elska hann að drega. Ég þarf ótrúlega líkur hana Toothless úr How to Train Your Dragon. Þess að dýrka hann. Og, þú veist, ógeðslega klísukent, en hvað maður sjá? You buy experience point. Oh. Okay. Já, svo þinna. Hann getur spúið eldi, sjáðu. Þú veist, ég láti hann spila á gítar. Þú veist, þetta er ótrúlega mikið smáatriði, en þú veist, ég er ógeðslega gaman að því. Svona að litlu hlutinir sem að ég er ógeðslega gaman að í svona leik. Þannig að það allan að gleði mig. Þú veist að þú allan hefur gaman að þessu þó veitir ekkert hvað er í gangi. Það er líka að þetta er svo krúttlegt. Ég tek bara mikið undir það hjá þér, sko. Það er alveg eina af ástæðanum með mitt fyrir að spila þetta og þetta er krúttlegt. Ég er mjög gaman að því. Herru, ég er ekki búin að spila TFT lengi. Ég er í lægsta rankinu eða eitthvað, þú veist, það er... Þú veist, maður getur ekki að fara neðar haldi ég heldur en Silver 4 eða eitthvað, ég held þessi Silver 3. Ég var nýbyrjuð að spila rankt, sko. Þannig ég er í mjög lágu ílái. Og ég líka að spila þannig. Þú veist, ég spila eins og ég sé mjög lágu ílái. Þannig að, þú veist, það er alltaf lagi ég sé, mikið að sé gangast illa. Það er ekki eins og ég sé, þú veist, þú veist, Diamond eða eitthvað, sko. Ég er bara að rusha 8. Þetta sé eina vonan okkar. Og Assassins koma og drepa hæmendinginn. Correct. Ok, það kom svo Twitch. Getur drifið 2. Getur drifið Katarínu líka? Nei, ok. Ok. En hei, ok, það er einn sem að gengur svipa illa okkar. Ok, næst förum við í... Förum við vel 8. Hörru, þetta er ekki 1 vs 1, sem sagt, það er samt 8 leikmenn í hverjum leik. Ég er mjög vön ég lendi í 8. sæti. Þannig að þú veist rauninni fyrir mér, að menn ég er að spila þetta sérstaklega hingað til. Að þá eins lengi ég lendi ekki 8. þá er ég bara ógeðslega. En, þú veist, líka bara að því ég er að æfa mig. Að þá er ég ekkert eitthvað það stressuð yfir þessu. Ef ég tapa, ég skilju, það er engin heimsendir, sko. En, þetta vill maður reyna að ná, þú veist, maður þarf helst að reyna að ná í efstu 4 sætunum
til þess að fá stig. Þannig að þú veist, það er svona, maður vill reyna að lenda í topp 4. Þannig að því að þú veist, annars missir maður stig, það er mínustig. Það er svona eitthvað sem maður vill einmitt helst ekki. Sérstaklega þú veist, þegar maður er komin hærra og kann í rauninni eitthvað á leikinn, þá vill maður ekki vera að lenda í, þú veist, neðstu sætunum. En, þú veist, við erum bara að chilla og reyna að læra eitthvað á leikinn. Heyrðu, það er eitthvað að gerast. Við erum komið með einhverja. Það er eitthvað aðeins að gerast, það ekki ekki. Það vantar núna bara helst, þú veist, hana champion sem heitir Seraphine eða Jace. Þess að hún er meina Seraphine hér. Ég held að þetta hafi verið ótrúlega gott move að sjössa svona. Við vorum á, þú veist, 7 leikja lost-ríki. Og við vorum á, þú veist, hann var einn af þeim hæstu, þannig að ég held að það verið ótrúlega gott move að bara, einmitt, refresha bara og fá sem við þurfum að fá. Núna erum við einhvern veginn ekki að fá samt það sem okkur vantar, sem er massíft bug, sko. Við erum að reyna að fá champion sem heitir Seraphine og Jace. Og málið er, þú veist, því hærra leveli sem á því, þegar meira líkur það fáir þetta svona, þú veist, svona gullituð units. Gullituð units eru með þeim bestu, sko. Maður vill auðvitað helst fá þau. Og það er einn þar sem heitir Jace sem okkur langar mikið í og önnur sem heitir Seraphine. Það var bara ekkert ganga þetta vel að fá þá, þrátt fyrir það. Og semilega vil átt það. Ó, við fengum Seraphine. Ok, hérna. Gerð svona. Banna kvipum. Setja maður bara hingað inn reyndar. Selling Twitch. Setjum. Við erum klálega bara að setja þetta á hana og þetta hér. Ok, og hún var bóluð af því ég náðum ekki að setja kviksilver. Nice. Ekki ekki það. Vonandi tökum við ekki ómikið damage, please. Please, please, please. Dreipið einhverja. Takk fyrir. Ouch. Don't, ok. Ái, sko. Og klúður, hérna var að við setjum ekki kviksilver nógu hratt. Ok, tökum bara þarna. Á verðinu fínt að fengu sverð, þá getum við gert hlutina á Jönnu. Sojin, þá er hvert skipt sem hún autoattackar og þá fær hún mana. Og fyrir vikið, þú veist, því meira mana sem maður er með, því, þú veist, hraðar getur maður gert ability. Herru, hún fær
hér. Setjum þetta á þessa hérna. Ég myndi að pæla að hafa þarna hér. Ok, nice. Sjössum, þetta er... Já, ég skil ekki að ég sé ekki búin að fá Jace. Ég skil það ekki. Þetta er ótrúlegt. Þú veist, ég er búin að vera að róla helling, sko, og ég er level 8 og það bara ekki að gerast. Og ég átta mig ekki á því aftur, þú veist, hvað þeir allir? Allir Jace'unir? Er þeir bara horfnir eða... Er einhver með Jace? Byrju þessi. Ertu með Jace? Ok, hann er ekki heldur með Jace, en þú veist. Þú veist, sjáu, ég fæ hérna 2 Viktora. Ég vil ekki Viktor, skilji. En samt einhvern veginn. Mér langar ekki að kaupa Viktor á hana. Já, ég veit að þú veist, málega er, þú veist, alveg gott að fá Viktor, skilji, en á sama tíma er þetta bara eitthvað, ég vil fá Jace, skilji, það bara er ekki að gerast. Reyna bara upp í 9, þú veist. Meðan við íkonni sem ég er með og þá er ekki miklu líkur á það sem að gerast. Það var geggjað að fara upp level 9, sko, en ég er ekki bjartsýn. Nei, við geymum Viktorina af því að þú veist, við þurfum að replace Sins, þannig að við gefum Jace Sins. Af því þú veist, það er alveg geggjað að fá innan 2 Viktora. Þú veist, við erum ennþá, round 4-7, þú veist, það er ekki eins og við séum komin langt og við erum samt bara ekki ennþá búin að fá... Nei, við erum ekki í 8. Versta falli erum við í 7. Tóknum því. Pískvillina. Ok, nice, komum íkon. Fengum Jace. Loksins. Við gerum hann bara tank. Ok, sko geggjað að fengum Jace. Það er bara brill, sko. Það er bara, þú veist, hjálpar okkur gífurlega mikið. Þú veist, ég sjáu hérna, þú veist, við sko slátrum þeir sem varum á móti. Svo snillt, sko. Við eigum alveg mikið möguleiki að ganga vel, sko. Núna, ef þetta gengur heldur að maður gangast vel og við missum ekki mikið líf, vonandi, þá eigum við alveg, þú veist, góðan síðan, sko. Þessi hérna græða líka eina Vítor, en hann er ekki með Jace. Ha ha ha. Við erum með Jace. Búm, sko. Og við ætlum að getum auðvitað leiðum við komum með smá meira gull. Að þá eigum við vel mikið sens á að það geta farið upp í næsta level, sko.
Það líka, ég held að þetta fengur sér að augment aðan sem heitir self-repair. Þannig að eins lengi við erum með, þú veist, þess að innovator buffi virk þannig að maður fær svona vélarkall í rauninni. Eins og við erum núna með Björn sem ég þjá hérna. Hann er á kortinu, ég get labbað upp á honum. Og við fengum þess að self-repair augment sem ég var ótrúlega ánægð að sjá. Af því að leið og þú veist, ef hann deyr, Björnin, aðeins lengi að vera með einhver innovator og vera með 5 innovatora og ef einhverjum fyrir með ennþá lifandi, það Björnin deyr, að þá er henni fyrir hann í svona healing mode og hann bara læknar sig sem bara geggjað. Ég hef aldrei, þú veist, testað áður og hann er ótrúlega cool að sjá það gerast. Að ég hef heyrt þetta augment en ég hef aldrei séð það in action, sko. En það er bara frábært að við fengum það. Það er bara geggjað. Það er bara gera okkur miklu meira tanki og miklu betra frontline. Og hann gengur actually bara vel núna. Heyrðu, við viljum með þetta smeta á 3 stjörnu targin okkar. Þá er hann ennþá meira tanki. Hann líka lifir eiginlega mest. Satt, það var einu veitur spatsulana sem ég tók ekki eftir. Maður tekur ekki eftir svona hlutum í momentinu. Það er bara einhvern veginn. Það finnst frekar fyndið, sko. Málega, þú veist, aðalástæðan líka fyrir ég tók svo þú sérna hann er með hérna sem sagt Warmox sem lætur mann híla. Þannig ég vildi bara fá samfærð til þess að díla við það. Og líka gerir, þú veist, svona brennir hluta af healthinni á öllum hinum. En ég er alveg hjartanlega sammála að ég hefði þetta að taka innovator spatula. En you live and you learn. Það er bara þannig. Til þess líka erum við að spila og líka fínt að mynda að vera að streama og spila því þá myndi, þú veist, getið fengið tips og svona frá ykkur. En við eigum alveg mjög góðan séns í að komast upp í level 9 auðvitað, þú veist, við gætum það núna en við höfum aðeins séns. Spurning hvort við farum að kaupa þá kannski. Spurning hver við myndum vilja bæta við, kannski bara með Enchanter. Lulu þá. Ég held að, þú veist, við myndum vilja Yumi. Hún alltaf healar, sem væri bara absúrt. Gonsus, ok. Ég hef ekki hugmyndum, þú veist, á hvern myndum setja Gonsus á samt. Jú, kannski bara Jennu, bara eitthvað að fá manað. Eru level 9? Maple segir hérna Orianna. Þá segir þetta bara Orianna. Það er bara fínt.
Heyrðu, Yumi. Smikki ekki á. Nei, ok, ég held að ég hef sett hana á Ilson. Ok, við þurfum 60 gull í level 10. Ekki fara level 10 að við getum það. Aldrei gert það áður. Ég veist ekki sem að vera hægt, sko. Ég held að það sé svona, þú veist, fyrst ég getum það. Why not? Ok, næsta round. Þá finnst mér rosalega freisti bara að fara level 10. Ekki gera. Getum við að geta hana. Herru, fá level 10. Why not? Við fáum aðra 4, þannig að... Það er ekki sens, sko. Ekki þannig. Ó, jú, þetta er actually sens. Nei, ok. Þessi átti samt alveg massívan sens, sko. Það var alveg óþægilega tæft, sko. Mér finnst þetta alveg mjög góða sensin á fyrsta, sko. Sem við tökum því bara fagnandi. Meðan við hversu illa hvað gekk síðasta leik. Það var náttúrulega bara sorglegt, sko. Heyrðu, hvað er með hérna? Ég veit ekki hvað ég vil. Takk bara locket, eða? Nei, tökum hérna. Er þetta ekki Brawlers Vest? Brawlers, já. Hei, sko! Einmitt! Brawlers Vest, setjum það bara á... Það er eitthvað svona level 3. Getur fengið einhvern. Svo 4 eða eitthvað. Er Jace jáfnvel? Jace var ekki ekki. Nei, ok. Fáum engan Jace og ekki heldur Yumi, þannig að... En Tariq hjá okkur er allavega mjög þykk. Hann er rosalega áfengi. Ó nei, erum við að tapa ykkur? Ok, þetta var... Hann náttúrulega mjög góðan séns þannig, sko. Ég vil hafa aðeins meira damage. Sko. Ok, Jace. Er það svona? Hérna? 4. Gekkja. Það er engin blitz í gangi hérna. Nei, ok. Fínt. Svona. Ég gerir sast hérna heldur, þannig að...
svo hentugt þau voru með sem sagt Quicksilver hérna því að þegar hann er blitzcrank og hann geta pulla. Það er svo ekki verið gott sko. Nice. Ok, hvað fáum við hérna? Morello Namakon, ok. Það væri held ég fínt á... Hvað, Jace eða? Voru í hennu? Það er pyrrandi, þú veist, sem sagt Yumi, championin hérna. Maður getur staðsett hana á þann hátt að hún sem sagt fari á einhver sérstakann. En það er svo erfitt þegar það eru allir svona einn í hrúgu. Yumi, nice. Ok, okkur vantar eina Seraphine viðbót til þess að fá 3-star Seraphine sem væri náttúrulega bara absúrt, sko, en veist, við erum held ég að fara að vinna þennan. Það var ekki hjálpa mútur á maðan. Nei, þetta er Sasengurinn sem átti actually séns. Nei, ok, hann á ekki það séns, ok. Ok, við erum með 5 units eftirlifandi. Þetta er GG, sko. Fyrstati, geggjað. Woohoo! Nice! Það er mjög sjaldgæft að ég nái fyrsta sendi, sko. Þetta er bara kraftaverk í rauninni, sko. Og komin í Silver 2, sko. Allt að gerast. Ég er bara eftir mér bara, það er ekki oft sem það gerist á fyrsta seti. Þetta er svona, að því er svo rosalega nýs og enda að læra, sko. En það er með líka að þú hjálpar ógeðslega mikið þegar þið segir hluti í chatinu. Það er mega næs og Maple er búin að vera að hjálpa mér massíft. Sem ég kann ógeðslega mikið þetta. En ok, bara geggjað, þú veist, ég meina ef við getum náð svona aftur, getum við auðvitað að fara upp í Silver 1. Sem er bara geggjað. Ok. Þá veitum við allan að innovators eru bara Gucci. Ef maður fær rétta items. Við fengum líka bara svo góð augments til þess að fara innovator. Það var bara mjög heppilegt í rauninni. Við varum bara fyrir heppin. Eins sem leik fannst mér. Það kemur augments. Af því þú veist, jújú, maður getur alveg í rauninni bara ákveðið að fara eitthvað. En sem geta alveg vel verið að maður fái bara svona ömurlega bónusa. Sem hjálpa mann ekki neitt og ef eitthvað gerir verra, sko. Maður þarf rosalega oft bara að reyna að aðlagast þessum augments eða bónusum sem ég er ekki góð í. Af því ég er ennþá að læra, þú veist, hvaða svona compositions eða samansetninga af championum eru góð akkurat núna. En sum eru bara betri en önnur, það er bara þannig. Ekki ástæða fyrir að margir spila oft svona svipað. Allan þeir sem að vita eitthvað hvað þeir eru að gera.
finnst líka einhvern veginn eins og að það svona hefur rosalega áhrif með, þú veist, hvaða augment maður fær fyrst. Það getur ráðið svo rosalega förni hvað maður ákveður að fara, sko. Vonandi bara fá það bara fínt og worst case, það hef ég eitthvað til að hjálpa mér. Loksins. Ég veit ekki af hverju mitt svona go-to item einhvern veginn bara svona, þú veist, needlessly large rod. Ég veit ekki af hverju það bara einhvern veginn eitthvað sem ég, þú veist, það sem gott fyrir Innovator eða Arcanist sem ég finnst oft bara svona þægilegt að fara ef ég get. Mér finnst það líka bara svo góður hlutur í, þú veist, fyrir svo margar liðasamsetningar. Ég ætla að skipta lag, ég ekki að fíla þetta lag. Ná. Ok, sverð, nice. Alltaf fínt á sverð. Það var svona, verst sem getur gerst fyrir mann væri að fá self-repair, segið þið. Ok, til í það. Innovator it is, aftur. Þannig að enginn sem ég sá þannig að sé ekki búin að vera heppinn með Innovator að hinga til. Maður getur fengið Innovator að frekar hratt, sko, að snemma. Við erum með Astral sem kostar að meitt 1 gull og svo getur maður fengið Cillian og líka Sindst, hann líka Innovator. Ég er bara actually mega pepp, ég fara aftur Innovator. Ok, veistu, ég ætla ekki að fá tækistöru. Við ætlum bara að spila svona. Selja þá bara Caitlyn. Ef það starf, mjög líklegt af þess. Já. Við þurfum að selja Caitlyn. Ég sens að ég bara vinna á þetta 4, sko. Ekki fræðilega, sko. Þurfum bara að krossa fingur og vonast að fá einhverja Innovatora. Heyrðu, ótrúlega að setja mitt, það ég að læra. Þú veist, fyrir sjöma, kannski. Ég ætla ekki að sóa gullinu í, þú veist, level 4. Þá förum við bara smá lost trick sem við erum bara mjög vön. Og það ekkert nýtt að vera lost trick fyrir okkur, þannig að
ef eitthvað þá finnst mér bara skrítið ef ég fer á winstreak eins og hann fyrsta leiknum sem við tókum í kvöld þá fór ég á winstreak og ég er ekki vön því. Ég vissi ekki hvernig þetta bregðast við. Það var mjög fyrirlegt. Clockwork, ok, alltaf, Clockwork líka hérna. Academy, ok. Enginn af þannig búinn að vera að leggja áherslu á Innovator sem að við tökum svo fagnandi. Akkur spotlight hérna? Akkur er það þarna? Ég skil stundum ekki staðsendingarnar á þessum spotlightum. Það sem gerist þegar svona spotlight er að það gerir sá champion sem er á þeim fleti eða reit, hann gerir 20% meina damage. Geggjað skiljiði. En akkur hér? Akkur það er aldrei í hornunum. Ég myndi frekar vilja hafa það, annarkvort framalega eða neðarlega, en ekki í miðjunni. Svona að frekar bögg, sko. Og svo getur við drepið ein. Takk fyrir. Það var mjög fegin að ég hafa drepið ein. Það var geggjað. Það var bara mjög vel þegi. Heyrðu, við ætlum að taka tár. Það kom að tjóka þína. Getum þá sett Sojin á Lulu eða eitthvað. Reyndar, setjum bara Sojin á Tristana, þá getur hún gert hann að knockback ulti sitt bara fyrr. Sem er ekki hræðilegt, sko. Heyrðu, Innovator. Geggjað. Geggjað frá Innovator. Bara hvað ertu bara að vera í Ezreal, sko. Enginn hingað til að fara Innovator sem er geggjað fyrir okkur. Það er bara amazing, sko. Nú þurfum við bara að halda okkur lífi. Hvernig sem fyrir mig? Gengur ekki vel. Ávægum. Ok. Handla við erum, level undir og alltaf með one star championa. Sem kemur. Undar Heimer. Það erum við 3 Innovatora. Þurfum ekki Caitlyn. Þurfum ekki 6. Svona. Hvort er lost streak þannig að það er ekki eins og við þurfum eitthvað að vera að reyna að vinna. Akkurat núna. Þessi með Ezrealina, vá. Vá, hann er bara að vera happy með Ezreals. Ég var ekki búin að taka eftir hjá honum. Jesús. 7 Ezreal. Og svo erum við búin að vera að móka enn til sín. Og við erum að taka svo mikið damage að það er ekki grín, sko. Great, ok. Herru, við getum að tala, þú veist, selt.
Já. Ok, ég vona það besta. Fengum tár sem snammi. Hvað andjóks, hvað allir innuvítarnir? Þetta fárlegt, sko. Ég ekki búin að sjá einn synnst. Það bara frekar áhugavert, sko. Það var geggjað að vera með synnst upp á innovator. Það gætu verið með actually 3 innovator og notað augmentið sem við erum með. En það bara... kannski ég bara búin að missa því. Ég veit það ekki. En ég ekki búin að taka eftir einum synnst. Og ég bara svona... það ekki eins og séu margir að fara... Chemtech, sko. Það enginn bara... hérna Chemtech, jú, en... ég vil ekkert Chemtech, ég vil Innovator og syns bæði Chemtech og Innovator, það bara, hann bara ekki sjáanlegur sem ég veist bara fárlegt en ég óheppinn í TFT og ekki góð, þannig að þú veist ég vil bara innovator yfirbútt, bara, þú veist, not asking for much finnst mér, sko mér langar að geta nota þetta augment sem ég fekk í byrjun sem að bara leikurinn vill ekki leyfa mér að nota já, ok, vel gert samt að drepa einhverja og þá missi ég mína líf sem geggjað fögnu mig nice, drepa allan mig I'll take it ok, núna vil ég sjá innovator fyrst, að má vera hvaða innovator sem bara allavega einhvern einn þegar búinn að resetta sig já veit ekki alveg hvernig ég ætti að setja en innovator ok, geggjað bara loksins, segi ég nú bara setjum bara á Tristan bara sem placeholder, ég veist þyrfti meila balti koma svo, drepi fleiri ok, ekki drepa fleiri það er svo ekki ganga vel hvað segir mig ból, setja innovator þengið í miðunni og ég veit að við erum balti það er bara mjög góð punktur, við skulum færa hana vélmenniðina í miðuna þannig að það degi fyrst af því að þá sem sagt prokkum við
Augment okkar. Hvað gengur svo illa? Ekki grín. Það er alltaf ég. Bleikur. Það sé komið hérna. Bara að levela. Komið í sig. Og bara, veist. Svona. Þetta eitthvað. Þannig að koma með fleiri, veist, 1000 ára SRL og betri Tarek sem geggjað. Fögni svo mikið, sko. Kom svo. Við erum að áttalega lástríki hérna. Bara please. Leið mér að vinna einn leik. Oh my god, við erum bara að vinna einn leik. Nice. Við tókum ekki damage þetta round. Við fögnum því. Svo mikið, sko. Vá, hvað þetta mást að halda. Nú veit ég hverjum voru við. Tökum svona eftir. Var þetta kannski bara einhver sem var neðalega með okkur? Nei, það er sigur. Chemtechurinn. Ok, ég væri svona massíft til að fá Serafín, sko. Það væri mergjað. Ekki miklu líkur á það að gerast, en kom svo. Drepið einhvern. Vel gert. Við eigum séns á að vinna þetta rannleika. I believe. Nice! Geggjað. Við erum búin að taka svo alltaf mikið damage og það er búið að vera svo sad og erfitt af því að, þú veist, það er bara búið að vera rosalega erfitt að fyrirbyggja það. Ok, geggjað að fengu Serafín. Það er bara frábært, sko. Nánast game changer. En þá getum við sett hlut eða items á hana. Sem bara frábært. Ok, ég væri til hanska. Ekki hanska. Ok, hallæg. Sjá. Little shiv. Static shiv. Okay. Sure. So, okay. Tökum þessum. Líklegast. Smallæg. Eða hvað? Nei, ok. Ég vil þetta trú alltaf. Ég vil þetta frekar, skilju, vera, veist, að búast við því að tapa. Heldur hann ekki? Ég held að í næsta, þú veist, á karúsellinu, að því við erum svo neðarlega, að þá getum við frekar auðvitað, sem sagt, tekið svona hanska. Þá getum við gert svona quicksilver, af því að það er svo margir oft með, þú veist, blitzcrank. Eða eitthvað slíkt, þannig að það kemur í vekk fyrir að þeir geti, sem sagt, þá dreigið damage-stílinn okkar alveg bara allavega hinum megin, sko, sem maður vill ekki.
En þessi er með, ok, 3-star Kami, einmitt, fyrir 15 að ég díla hana. Við getum það ekki. Það við drefum ekki einn eða eitthvað. Ái, sko 24 damage. Ekki cool. Það er rosa mikið damage. En við erum mjög nálægt í að komast í level 8, þannig ég held að við þurfum bara að level 8 og bara rúlla, sko. This is the way. Ég reyndar ekki að býða með þetta, en Assassins, svo ekki aðdáandi. Ég drepa damage-stílarna mín svo ótrúlega hratt og þá fyrir við ekki tepu við og tökum damage og það er bara ekki það við viljum. Sko ái. Þetta er bara ekki sanngjarnt. Ái, sko, 11 health við, sko, deyjum næst. Cool, ok, við viljum skikkju. Nei, við viljum hanska. Hanska til að geta gert eitthvað fyrst bara. Til að geta staðsett aðeins öðru sig. Og við erum frá að rúlla öllu gullin okkar og við höfum ógeðslega tíma til að gera það, sem er frábært. Heyrðu, staðan er ekki góð. Takk fyrir að spyrja, Clyde the Glide, cool nafn by the way. Já, staðan er ekki góð og við gengum í þetta. Við erum að ströggla mikið. Heyrðu, við gerum Spear of Sojin hingað, við gerum þetta hér. Við erum bara að gera, skilurðu, þetta. Við setjum ok, sko, þetta var geggjað. Svona. Já, ég veit ekki hvað það gengur. Þetta er svona, gæti gengið alltaf leið núna, en ég er ekki viss. Við eigum séns núna, eftir að við transitionum svona. Við lifum! We live another day! Ég þoli ekki að gera, þú veist, þú veist, refresha þetta svona hratt og skipta út. Það er bara svona, ég sé ekki góð því. Ég er ekki vön því. Skólar, já, vel skólar. Heyrðu. Tarek, nú ertu orðinn skólar. Við þurfum bara að rolla. Af því að we need to stay alive. Og við erum bara ekki að fá. Ok. Og við viljum hérna Yumi. Við skiptum út Yumi. Ok. Þetta gæti virkað ágætlega. Vonum við. Gefur ljós. Taka særa yfir Cillian, særa Maple. Sem að við bara þökkum kærlega fyrir. Ég þigg öll ráð sem ég fengið. Þannig að bara takk Maple. Það er mega fullkomið sens að fá við 4 skálar. Bara mega fullkomið sens. MVP Maple. Akkurat núna. Ég trú ekki að við séum ekki búin að, þú veist, þetta, þú veist, þegar við fengum Seraphine, game changer.
Það var bara geggjað, sko. Það hjálpaði okkur gífurlega mikið. Það bara, ef við hefum ekki fengið hana, værum í bara, sem varum að stæmast það, sko. Hvað er það? Nikos, ok. Heyrðu. Gandjóks, ég ætla að tæta hann á Tarek. Við ætlum að gera þetta hér á Orionu. Because we can. Ok, við ættum að vinna held gegn þessu liði. Vona ég. Wow, ok, ég veit ekki hvað þetta er. Ok, ég sá þetta, ok, ég hef ekki hugmyndu hvað gerir þetta? Ok, OP? Broken stopwatch? Og ég hef aldrei séð það áður. Vá, þetta var bara ógeðslega furðulegt. Að ég hef aldrei séð þetta in action áður. Fengi. Við bara vonandi höldum slífandi í nokkur rounds í viðbót þangað til að við getum fengið það sem okkur vantar. Smálega okkur vantar innovator í viðbót. Og það væri þá Jace. Og við erum með level 8 og þannig að það eru 4% líkur á að fáum Jace. Og það er bara ekki að gerast. Ég held að það hafi verið geggjað að fengum þannan hérna hlut, mana sein á Orionu. Ég held að það hafi hjálpað bara mjög mikið. Bara eitthvað þá getur hann kasta últinu svona nokkuð sinnum og sér fengum við Dual Gauntlet sem að gera henni critical á ability hennar eða svoleiðis. Það bara hann alveg vel á. Það Jace. Sem er óhefnilegt. Ok, Maple segir okkur að replacea Særi við Jennu sem að við gerum ekki. Þannig að við gerum næst. Ég held að hún er skálað líka. Ok, sjáu þið. Það er svona að þú veist hjálpar ótrúlega mikið að vera að streama og spila af því að þú veist auðvitað gæti ég verið að spila með einhverjum öðrum. Jú, bara ykkur vinni eða eitthvað. En mér finnst bara gaman að geta fengið hjálp frá ykkur og svona, þið sjáu líka eitthvað sem ég sé ekki. Þess vegna hef ég persónulega ógeðslega gaman að spila 10/10 og streama. Og hei, einmitt, þú veist, kannski eru fleiri einmitt sem eru jafn lélegir og ég, þú veist, og fyrir vikið læra líka bara af þessu, eins og ég er að reyna að gera. Stay cool. Nei. Ég var bara að reyna að bara ekki panika. Og fengur dýrs. Sem ekki gæt. Bara gat ekki hafa verið betra og með fínum item, sko. Dýrs kall minn. Minningaðinn og við getum verið með 5 innivitara þannig að við replaceum þig og að því, ok, Maple segir að setja hann bakvið við erum ekki með ég gæti ekki tekið ákvörðun óhrætt
Við verðum ekki með 5 innovator sko. Ég það vantar í. Við getum tapað núna. Ok, nei, við töfum ekki, en ég samt klúðraði og ég hefði að tapa. Ég ætti ekki skilja hann sigur. Ætti hann sigur ekki skilja sko, af því að ég klúðraði. Ég mátti að silja hann inn sko, hann einhver. Það að setja hann inn og ég bara klúðraði. Ég get ég. Setjum hann inn fyrir Dönnu. Það var að koma 5 innovitors. Sem bara OP. Nei, þetta spurning sem hvort við reynum að fá level. Já, einmitt. Það sem Maple segir að þá, þú veist, þurfa við heldum Dönnu til þess að geta fengið vonandi Dönnu inn. Þannig champion sem út í horni. Ok, þetta getur tricky. Getum alveg tapað sem leik, sko. Jesús. Koma svo, ok, við vinnum með þennan leik. Þetta er round. Þetta er það sem ég þoli ekki við að fara innovator. Það er, þú veist, það tekur svo langa tíma að komast á þann stað að maður geti farið alveg innovator. Og það er bara, þú veist, maður er bara að halda sér á floti í rauninni. Og það er bara rugl erfitt, sko. Ok, nice, samt 3 items. Geggjað. Vá, hvað við erum mega til í þessi items. Þetta var reyndar með svona fína items. Þegar við höfum bara level 9. Because we can. Og við ætlum að setja Frozen Heart hérna á þannan. Við ætlum að gera þannig að segja og svona á look at this undan Orion'u. Hey, svo ef við sjáum chat hérna sem Maple að setja Orion'u og ég gera það sem að þú veist ég stolt að sjálfur mér að hafa áttin á því að gera það fyrirfram. Ég vona að Maple sé stoltur að það líka. Maple sé ekki stolt af mér. Það er bara it's enough for me. Og ég er level 9. Þannig að ég ætti vonandi að fá einmitt Jace. Ég get sett á hann. Ég ætlaði ekki að gera það. Gera bara hérna. Hanna. Kannski hafa þetta bíða með að setja nota Yumi, en þú veist, smadri. It's okay. Ok, geggjað sko. Þessi Katarina samt, hún er svo stórhættuleg. Ég var alltaf svo stressið þegar ég sé hana mitt. Ég er bara, ó nei, hún er bara að drepa hliðið mitt. Ég trúi því svo auðveldlega upp á þessa Katarina. Hún er líka ekki þryggjast henni Katarina. Ég held það bara. Heyrðu, top 3. Nice. Var þetta ekki þryggjast henni Katarina? Jú, þetta sko þryggjast henni Katarina. Ég er skítrætt við hana. Bara, veist, hún fær alveg vinninga frá mér, sko. Við erum líklega sem átti þessum hérna gaur næst. Og hann er líka alveg skeri, sko.
Já, þetta guður með svona broken stopwatch, ég alveg skítrætt það. Það veldur mér alveg áhyggjum, sko. Ok, reynd, ok. Ég þarf ekki hann einu ákveð. En hei, betra að hafa einhver áhyggjur heldur en engar áhyggjur. Segi ég þetta annars, svona, þú veist. Maður á að búast því versta, vonaði besta. En við erum alltaf búin að vinna 10 leikir eða. Woo! Sem bara geggjað. Ok, ég tók Jace. Tekur bara þetta. Veit ekki alveg hvernig setja á, en það gefur ljós. Þetta þú veist, Katrína, já. Ég myndi alveg vilja að fá, þú veist, Yumi eða eitthvað. En það er bara ekki að gerast. Setjum bara Jace. Má ég fá, þú veist, hægmyndingar eða eitthvað, en það er bara ekki að gerast það. Þú veist, enginn af þeim hvorur af þeim með áskvað. Þannig ég veit ekki alveg hvað hann er. Hann er bara að fela sig. Og það er bara ekki cool. Af því ég vil fá 3 hægmyndingar. Helst. Veikið. Þessi gaur á móti mér. GG. Nice. Geggjað. Ég trúi þessu eða? Og þannig fyrir það sem hann vilja spila TFT Innovator, að þið getið, það er greinilega bara Gucci, sko. Og Silver 1. Það er bara geggjað. Og ég held, þú veist, rauninni bara með því að sé komið Silver 1 að það sé bara, þú veist, fínt staðið til að enda þetta streymi. Mér finnst bara búið að vera ógeðslega gaman í kvöld og ég er bara ógeðslega ánægð bara, veist, og þakklátt fyrir það sem að kíktu við. Og líka bara voru að spjalla í chati og bara voru hana. Það er bara geggjað, ógeðslega ánægð með það og ánægð með ykkur að hafa kíkt. Og hann að, ef þið hafið áhuga á að, þú veist, fylgjast með mér meira, að þá, þú veist, er þetta channelið mitt, Sunny Astra. Og, þú veist, endilega followið ef þið viljið. Bara láta stuðningu væri ógeðslega fegin og ég streymi hann á 3. á mínu channeli. Það með ég alveg endilega kíkja við ef þið viljið. Og annars bara segja bara takk fyrir mig og bara takk fyrir að líta við og horfa. Bara sjáumst næst. Bye!